Góðan kvöldingar áhorfendur, við Víkingar bjóðum mótherja okkar úr Eyjum velkomna á þennan fyrsta leik okkar í Olísdeildinni þennan veturinn og þetta árið verður skemmtilegt. Við kynnum gestin okkar hér í kvöld frá IPVAF, Björn Viðar Björnsson, nr. 12, nr. 24 Petar Jokanovic, nr. 5 Rúnar Kárason, nr. 7 Dagur Arnarsson, nr. 8 Dannar Ragnarsson, nr. 9 Ásgeir Snær Vignisson, nr. 19 Gabriel Martínez Róbersson, nr. 20 Arnór Viðarsson, nr. 22 Gauti Gunnarsson, nr. 25 Róbert Sigurðsson, nr. 27 Sveinn Móse Rivera, nr. 28 Andrés Már Sigurðsson, nr. 29 Nökkvi Snær Óðinsson, 31 Sigtryggur Daði Rúnarsson, 46 Kári Kristján Kristjánsson og nr. 64 Elmar Ellingsson. Þjálfarateymið Erlingur Birgir Richardsson, Halldór Sævar Grímsson og Bjartey Helgadóttir. Og þá heimamennirnir okkar, nr. 1 Jóhann Kúkubat, Sverrir Andersson, nr. 12, nr. 2 Guðjón Ágústsson, nr. 4 Benedikt Elvar Skarphéðinsson, nr. 5 Arnar Gauti Grettisson, nr. 8 Arnar Steinn Arnarsson, nr. 9 Halldór Óskarsson, nr. 10 Styrmi Sigurðsson, nr. 11 Jóhann Elli Guðlaugsson, nr. 17 Ólafur Guðni Eiríksson, nr. 19 Logi Ágústsson, nr. 21 Jón Hjálmarsson, 27 Gísli Jörgen Gíslason, 33 Jóhannes Berg Andrason, 42 Hjalti Már Hjaltason og nr. 54 Arnar Hugi Ingarsson. Þjálfarateymið okkar inniheldur Jón Gunnar Vigfússon, Andri Berg Haraldsson, Heiðar Gunnar Pettersson og Bjarni Garðarsson, Hlynur Ómarsson. Dómarar leiksins eru Anton Gylfi Pálsson og Jónas Elíasson og eftirlitsmaður Kristján G. Kristjánsson. Og til að tryggja heiðarlega leik samkvæmt öllum þáttum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með háttvirta nýjunum í huga viljum við biðja ykkur ábyrgð góðir að styðja ykkar lið með háttvísi í huga, sýna jákvætt hugarfar gagnvart öllum þáttökum sem og áhorfendum. Takk fyrir og góða skemmtun! Góða kvöldið, verið velkomin í útsendingu leik Víkings og IPVAF, fyrsta umferð í Olísdeildinni. Búið að vera mikil eftirvænting hjá öllum fyrir að tímabilið sé hafið í Olísdeildinni. Og það eru Eyjamenn sem koma hérna í heimsókn í dag. Það verður við Ramman Reip að draga. Og Jóhann Reynir Gunnlaugsson skorar hérna, gott mark, frábær byrjun á leiknum og Víkingar ætla að spila með styrmi hérna fyrir framann í Balkan 5-1 vörðinni, stundum nefnd IPVAF vörðin. Eyjamenn voru fyrst íslenska liðið til að spila þessa vörð. Byrja á því fyrir einhverjum 8-9 árum. Sigtryggur Rúnarsson hérna á miðinni. Daniel Ragnarsson Færeyingurinn vinstra megin. Rúnar Kárason hægra megin sem kom til liðsins í sumar frá Danmörku.
Þær verða ógnasterkir í vetur. Og Sitringur með fína sendingu á Kára Kristján. Og hann klárar þetta vel. Já. Vonandi að við spilum agaðar og skynsamlegar og langar sóknir. Það er algjör lykill í allan vetur. Styrmir hérna að fara í Jóka vinstri. Bolti kemur tilbaka hérna. Styrmir skýtur yfir. Hérna hefur við viljað fá boltan yfir og leita áfram að betra færi. Já, virkilega gott samspil hjá Rúnari og Sitringi. Svokölluð tékkafærsla. Þar sem miðjumaður kemur fyrir aftan hægri skyttu. Anton Gylfi vissi sinni sök. Fer í 2 mynda brottvísun á Sigtrygg Daða. Þess mátti gaman sketta foreldrar Sigtrygg spiluðu bæði með Víking á sínum tíma. Heiða Erlingsdóttir spilaði með kvennaliðinu 90 eitthvað og Rúna Sigtrygg held í 95-6. Já, frábært mark hjá Jóhannesi. Við erum ekki lengi að nýta okkur yfirtöluna. Já, klókt hjá Daniel. Fær bara strax fríkast og vinnur nokkra sekundur. Það er það sem lið þurfa að gera í undirtölu. Já. Dagur Arnarsson sækir hérna fríkast. Nýbakaður faðir. Gaman að segja frá því. Til hamingju Dagur. Já. Daniel. Hendi komin upp hjá Antoni og Jónasi. Og Rúnar skýtur yfir. 30 sekundur í að IBVF verið með fullskipa lið. Nú þurfum við að nýta þessa yfirtölu vel. Og spilaðu og hornið. Yes, Jóhann reynir aðeins og seinna gefa hann. Hefði viljað fá hann strax á Jóa og þá hefði Arnar Steinn verið einn á auðum sjó hérna í horninu. Þetta má ekki gerast þegar við erum einu fleiri. Verðum að vinna svoleiðis kafla. En allt í góðu áfram gakk. Já, Daniel færi einhverjum skora gott mark. Þetta á Jóhann að verja. Og Arnar Steinn ættu verja frá sér. Þröngt færi Björn Viðar Björnsson. Svo sannarlega betur en enginn í markinu. Einn allra vannmettnasti markmaðurinn í þessari deild að mínum mati. Kom með góða reynslu og alltaf ólsegur. Já. Rúnar reynir þetta línusettingu en þetta var ekki alveg syngi hjá Rúnari og Kára. Það hefur stundum verið með IBVF. Þeir eru oft verið lengi í gang á haustin. Þeir eru smá tíma smyrja sig í gang og síðan oft á tíðum toppar á vorin. Já, fóttur hérna.
Jóa Reynir með frábært skot. Björn farin í vitlaust horn. Gabriel Martínez halda áfram að spila þetta. Gabriel klippir hérna inn Daniel. Hann er ekki svona komið mikill taktur í leikinn almennt en hérna en tempóið áttur að aukast þegar líður á. Ég vissum það. Já, þetta er bara rétt. Ekkert annað hægt að dæma en vítakast. Vel fiskað hérna á Gabriel Martínez. Það fyrir Kári Kristján á punktinn. Það kemur eitthvað snúningur pottið. Nei. Kári ákvæðlega kærulaus þarna. Ég var alveg samfærður að hann myndi fara í einhvern snúning. En 3-2. Það er gaman að sjá hvernig þessi leikur þróast. Arnar Huginn kemur hérna inn. 2 línur. Frábærlega spila áfram boltan yfir. Boltan yfir strax. Losa. Hornið. Jói óöppinn. Tók þetta góða. Skot fekk fintu. Komst mitt 1 og 2. Frábærlega að spila, Jóhann Reynir inn á Hjalta. Já. Já, þessi var ekki inni. Þetta var klókt kerfi hjá þeim, svona gamaldags kerfi sem að getur gefið 1-2 mörk í leik. Gulli kallar hérna inn kerfi. Og vel gert. Arnar Steinn leysir hann inn á tvistinn og Jói klókur að finna hann. Frábær byrjun hérna á okkar mönnum. 5-2. Og Arnar Huginn. Hann næri svo ekki. Já, þetta er rétt. Þarna hefði Arnar Huginn átt að bara stoppa og bíða eftir fleiri samurum sem voru að koma upp völlinn. Rúnar Kárason fer hérna í pólsku fintuna. Skorar gott mark. Áfram. Já, smá misskilningur hérna. Jóhann Reynir aðeins og fljótur á sér, hélt að Arnar Steinn væri ekki kominn inn á línu í einlýsinguna. En allt í góðu. Jói er búinn að vera frábær hérna í upphafi leiks. Það er nú ekki mikill taktur í liði IPVF. Þeir eru að spila svona, þetta er svona einhverjum myndi segja gamli hnoðboltinn sem að einkenndi oft í fyrra en var mjög árangursríkur. Sjálfur er ég alltaf hrifnari af þegar lið spila breitt og hratt hornan á milli. Það er nú bara september er bara rétt hálfnaður og
Það ljóst að IBF verður hérna ofalega. Voru hásbreytt frá því að komast í úrslitin við fyrra. Voru mjög óheppnir, gerðu ákaflega vel þrátt fyrir ýmis skakkaföll og þunnan hóp. Já, áfram, glæsilegt. Hjalti Már með frábært mark. Hann nú bara dauðafrýr hérna á línunni, trekk í trekk. Sex 3. Já, Gabriel Martínez klárar þetta vel. Strákur sem kom fram á sjónarsviðið fyrir 2 árum og sló í gegn. Já. Róbert Sigurðarsson var kominn þetta fremstur. Akureyringurinn, 25 ára. Hefur sætt sig við það hlutskipti að gerast varnarmaður. Það virðingavert, svona ungur leikmaður. Það ekki allir sem myndu æfa og tuttast 11 ára ári og vera bara í vörn. Róbert gríðarlega sterkur varnarmaður, rammur afli. Já, Björn Viðar lætur sína menn heyra ekki sáttur við hérna á varnarvinnuna. Þetta búið að vera frekar slitrótt varnarlega hjá þeim. Hérna vorum við óheppnir, 2 sláaskot. Kom mér persónulega ekki óvart að sjá Arnar Stein skjóta hérna úr horninu. Hann gerði þetta oft þegar ég kom að þjálfun hjá honum í 3. flokki. Þetta voru alltaf 2-3 mörk í leik hjá honum. Eitt af hans helstu vopnum. Já, 2 línur núna í IBF. Já, þetta bara rétt. Daniel, ég held að þetta sé ekki viljaverka ásetningur. 2 mynda brottvísun á Hjalta Má. Hjalti mitt valinn besti varnarmaður Grill 66 deildarinnar í fyrra. Þá kemur Sveinn Hósi Rivera inn á. Tvær línur. Á vantarlega munu Rúnar og Sigtryggur leita vel og endar með, já, vel gert. Flott uppstök hjá Gabriel og svífur þarna vel og setur hún í fjær. Það klárlega erfitt að eiga við Eyjamenn að þeir eru komnir með bæði Svein Hósi og Kára inn á línu. Stórir og þungir og taka mikið til sín. Jóa Reynir, frábært mark. Beint á markmannin en inn fór hann. Það var engin afgangur að þessu en Bjössi var í honum. Þetta var laflaust skot hjá Sigtryggi og Arnar Steinn nær frákastinu. Nú þurfum við bara að fá langa og góða sókn. Einu færri. Fá mannin inn, fá nokkuð fríkost.
Já, flott, bara þolinmóður áfram. 12 sekúndur í mannin. Þetta er einmitt málið, fá fríköst. Já, kemur maðurinn inn, Hjalti kemur inn á línu. Glæsilegt mark hjá Jóhanni Reyni. Þvílíkur hvalreki að fá hann aftur í Víking. Hann er uppalinn hérna í félaginu. Búinn að vera í Gróttu í nokkur ár og var áður í dönsku B-deildinni. Áfram spilar hérna, já. Daniel Ragnarsson. En Jóhann varði vel. 8-5. Erlingur Birgir Richardsson kominn hérna með timeout. Spjaldið í hendurnar. Á hornið. Glæsilegt. Arnar Rín óheppinn. Bjössi bara varði vel. Þá er það Nökkvi Snær Óðinsson, veigjamaðurinn ungi. Klára þetta vel. Hoppaði upp á hægri, öfum fæti. Ef að Boris Bjarni Agbaksi færi að horfa á þetta, þá væri hann væntanlega afar ánægður með þetta. Það var eitthvað eitt af því sem hann lagði alltaf upp með. Já, nú þurfum við að skila okkur heim. Góð vörn hjá Jóa. Gulli eðlilega pínu ósáttur við sína menn hvað þau voru lengi að skila sér heim í vörn. Það voru hérna leikstöður fyrir IBF að skora hérna gott mark úr hraðalöpi. Já, vel spila hjá þeim, en Nökkvi Snær brennir af. Þá kemur Benedikt Elvar Skarphéðinsson inn á. Kom frá FH fyrir tímabilið. Ungur og gott að fá hann í raðir okkar. Mun hjálpa okkur í baráttunni í vetur, Jólís. Já, hérna var Jóhann. Rúnar, já. Sittrikur óvar þetta, stillu upp. En við sjáum samt alveg að Eyjamenn eru snöggir upp. Þeir vantar Theodór Sigurbjörnsson í sitt lið. Ég sé að hann er ekki á skýrsluhöfum, vantarlega middur. Theodór verið einn af allra bestu hornamönnum íslensku deildarinnar bara síðan IBF fóru upp í efstu deild 2014. Já, 2013 vildi ég sagt hafa. Frábærlega að spila. Já, ég munum eins og við sjáum það hefur reynst þeim afar árangusvíkt í nokkur ára að móka inn á Kára Kristján. Þetta er ekkert auðvelt að eiga við hann hérna inn á línunni. Já, ráðleysislegt. Já, rólegir, bara rólegir. Og það Benedikt þetta að koma sér aðeins betur inn í leikinn. Vera óhræddur og
og takta inn í leikinn. Já, Gulli tekur hérna leikli, Gulli og Andri Berg. 8-7 og rúm 21 mínúta liðina fyrir hálfleik. Já, eins og sjá má þá Jóhann Reynir búinn að vera frábær hjá Víkingi upphafi leiks. Hjalti búinn að skora eitthvað, við þurfum að koma fleirum inn í þetta. Þurfum að fá mörk frá Jóa og hornunum. Þurfum að vera áfram agaðir og skynsamir í sóknarleiknum. Viljum ekki fá þá leikstöðu að IBF fari hérna inn í leiklið með 34 marka forskot. Þeir væru nú alveg líklegir til þess. Þeir eru svona aðeins að hitna eftir brösuga byrjun. Þá sé ég að Ásgeir Snær Vignisson kominn hérna fyrir framann í þessa svokölluðu IBF Balkanvörð sem að Erlingur Birgir Richardsson kom með á sín tíma. Byrjaði með að spila þetta með liðinu í hérna B-deildinni 2012-2013. Arnór Viðarsson kominn líka á nú. Gríðarlega efnilegur strákur. Fílhraustur. Það eru gaman að fylgjast með honum vaxa á Dátna næstu árum. Já. Benedikt kallar hérna eitthvað hvort hann ætla að spila hreinlega Oleg, ég heyrði það ekki alveg. Kemur ekki á óvart. Jó, miðurlýsing og rykking. Frábært. Þetta spilaði liðið mikið í fyrra. Fekk Aragrú af mörkum. Já, ég skil reiði Eyjamanna mjög vel. Þetta leit ekki vel út. Og það rautt spjald. Gulli segir hérna réttilega við Jónas, annan dómari leiksins, að þetta sé bara einfallega réttu dómur. Þetta var ljótt brot. Svona brot viljum við ekki sjá. En ég ætla nú ekki að gera Gísla Jörg en það í Svirðingnum. Geðþekka, góður drengur. Ég ætla nú ekki að gera nú það að hann hafi gert þetta ásetningi, ég þekki hann vel og góð drengur, en þetta var klaufalegt, vægast sagt. Já. Tvær línur. Og Ásgeir Snær gerir þetta vel. Hélt breitt og fór milli 1 og 2. Kláraði þetta vel.
Arnar Steinn kemur hérna og svo kemur vantarlega Arnar Huginn inn, já. Og boltan yfir. Glæsilegt, Arnar Huginn kláraði þetta. Ákaflega dýrmætt að fá svona mark manni færri. Já, þetta var ekki gott undirhandaskot hjá Ásgeiri Snæ. Jóhann var bara mættur hérna niður. 20 sekundur í að við fáum mannin inn. Og við bara passa boltan vel og fá gott mark. Já. Benni klókur fer í árás og lætur tíman líða. Ólafur Guðni Eiríksson kominn inn á. Já, Jóhann, þetta er ekki gott skot, beint á Bjössa í markinu. Já, Kári ekki sáttu með úti leikmennina sem voru full lengi að fatta að einhverjar leikstöður voru góðar sem þeir sáu ekki alveg strax. Ásgeir Snær lætur verja frá sér aftur. Já, þeir fara aftur í Oleg. Frábært. Óli Óepir steig þetta á línu. Já, hérna var Sigtryggur bara og lengi að gefa hann í staðan fyrir að fara að keyra einhverja árás. Hann bara átti að láta boltan vinna. Ég held að það hefði verið opnun að minnstakosti á hægri vægnum. Það er einhver reikistefna hérna. Kristján Gaukur Kristjánsson, eftirlitsmaður. Anton Gylfi Pálsson ræðir hérna við Eyjamenn. Léttur í lundu alltaf, Anton. Þess mátti gaman sketta að hann þjálfaði hérna á félaginu. Stuttu eftir aldamótin, var hérna í nokkur ár, gerði góða hluti. Og það var að 2 mínútna brottvísun á Andrés Marel. Og satt best að segja er ég nú bara ekki alveg með á nótunum hvað átti sér þarna stað. Verð bara byrst bara forláts á því að vera ekki alveg með þær útskýringar. Jæja, yfirtala 6-5, já, komdu með hann yfir. Jóa Reynir, komdu með hann og Jóa, Þetta hefur nú alveg verið hægt að dæma ruðning. Bara spila aftur og sama. Benni komdu inn og komdu með boltan yfir að Jóa. Yes. Hárrétt, vel gert. Ekkert annað en vítakast. Leikmenn IBF vörðust þarna inn í teig. Og Arnar Huginn fyrir á punktinn.
skorar. Það þarf ekki alltaf að vera fast eins og maðurinn sagði. Já. Þarna hefði Ásgeir Snær bara átt að koma með boltan yfir. Stór hluti varnarmanna Víkings var hans megin og það hefði verið yfirtala. Ekki kannski yfirtala, þeir eru náttúrulega einu manni færri, en það hefði verið góð leikstaða hinum megin. Þetta þurfa ungir menn að sjá. Já, Arnór Snær vildi fá vítakast. Vildi meina að þeir hefðu varist inn í teig, en ég veit það ekki, ég sá þetta ekki. Frábærlega gert hjá honum. Finta tilbaka. Klaufalegt að fá svona mark á sig. Menn eiga helst aldrei að missa milli 1 og 2. Og Jói enn og aftur fer hann hérna milli 1 og 2. Glæsilegt hjá honum. Og Arnar Huginn klárar þetta vel. 12-10. Rúmar 2 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Erlingur Birgir Richardsson tekur leikli, Salla rólegur að vanda. Elli Rikka toppmaður. Mikill kennari og þjálfari, ótrúlega fræðilegur, sprenglærður í íþróttafræðunum og örugglega fáir þjálfarar á Íslandi sem vita jafn mikið hann og styrta þjálfun og vinna með líkamlega þáttinn. Hann einnig landsliðsþjálfari Hollands. Þannig að það nægu að snúast hjá honum. Það ljóst að þó að liðið hans sé kannski ekki alveg núna komið á þann stað sem að hann vill sjá liðið á. Þeir munu vera komnir þangað í vor. Þá kemur Elmar Ellingsson inn á miðjuna, einmitt sonur Erlings þjálfara, mjög efnilegu leikmaður. Rúnar Kára líka kominn aftur inn á. Þarna hefði Arnór Snær átt að gefa hann í horn. Ef hann horfir á hann að leika á upptöku setna þá sér hann það allan að. Ungi leikmenn þurfa að vinna í leikskilningi alveg jafn mikið og huga mataræði og lyftingum. Og hann kemur oft bara með að horfa nú anskoti mikið á handbolta og stúdera og pæla. Já, rúma 30 sekundur. Óli kemur hérna í Kæró. Ekki gott skot.
Þarna vorum við kannski lítið heppnir að fá fríkast, ég veit það ekki. Tíminn stopp, 15 sekundur eftir. Frábær rykking Jóla, en Björn Viðaver þessar rykkingar búin að gefa okkur mörg færi á línunni. 12-10 hálfleik, við komum að vörmu spori.
Jæja, þá seinni hálfleikurinn farinn af stað. Tólf 10. Rúnar Kárásson engan veginn verið í takti. Engan veginn verið í takti í leiknum. Rúnar IBF gerði vel í að fá hann til liðsins í sumar. Þeir kostuðu miklu til. Grétar Þór Eyþórsson, formaður meistaraflokksráðs, og þá þarf náttúrulega svona leikmaður að skila miklu og hann gerir það í allan vetur. Hörku skytta. Svona leikmaður ekki að gera þetta fyrir 10 fríar máltíðir og gott í hverju mánuði og hann að fá okkur meira. Hérna kemur hann með gott skrefskot. Hann verður klárlega einn af topp 3-5 markaðustu mönnum deildarinnar. Ég samfara það. Styrmir ekki lengi að skora. Styrmir að mestu leyti spilað í næstastu deild, 30 ára aldri, en hefur alla tíð haft burði í að spila í efstu deild. Já, Rúnar, sjáu þegar hann fer í einn auka gír þá hann ill viðráðanlegur. Komið 2 mörk í seinni hálfleik. Þetta einmitt ástæðan fyrir að Grétar Eyþórs og félagar náði í hann til eiga til að lúra á markið og skora nóg anskotið mikið af mörkum. Jóhannes, virkilega vel gert hjá honum, fer þarna í snögga fintu til Bege, tilbaka utanvert. Já, hann aftur að stimma, flott. Glæsilegt skrefskot hjá Styrmi. (14-12). Þetta verður áhugaverður seinni hálfleikur. Frábær hjálpavörn, sáu þetta. Einn með í fanginu og næsti kom strax til þess að hjálpa. Gaman að sjá svona. Rúnar heldur betur búinn að trekkja sig inn í gang fyrir síðara hálfleikinn. Komið 3 mörk og þau gætu alveg endað í 9-10. Já, flott, vel gert í Jói misreiknaði aðeins stöðuna hérna. Góð hugsun hjá honum að koma með henni í horn, en þetta gerist bara það rætt að það var allt opið hérna milli 1 og 2. Glæsilegt. Jóhannesberg, gólfið inn.
gegnum Klof. Björns Viðars og glæsilega klára hjá Nökkva. Eyjamenn eru ekkert að eyða pening í vinstra hornið, þeir bara ná í local lad. Það er í sammála því nota unga uppalda heimamenn í hornin. Ef á að styrkja liðið með aðkominu þá fá markmenn eða útileikmenn. Jóhann Reynir rífur sig upp. Fer þarna í undir yfirfintuna eins og var kölluð Selfoss í akademíunni þar. Hún var kennt þar óspart. Dagur Arnarsson kominn inn á. Og Kári Jóhann Reynir nær ekki alveg að forvinna hann hérna á línunni, enda er það ákveðlega erfitt verkefni sem að fæstir ráða við. Já, spurning hvort að glæsilegt mark hjá Jóhannesi Berg. Hann er búinn að leika ákaflega vel núna hérna. Gabriel Martínez. Hann nota tegin vel. Hoppar hátt og er með hendina hátt uppi. Klára þetta vel. Já, Benedikt kominn aftur hérna á miðjuna. Hann þarf að koma sér vel inn í þetta, var svona aðeins að gjökta á hann, hann átti góða sprettin á milli. Já, kastar hérna strax út af, ég var ekki búinn að sleppa orðinu. Þetta er bara réttu dómur. Jesús. Já, ég held að sé rétt hjá Gulla. 2 tæknifélagar á 30 sekúndum. Þá er oft bara gott fyrir tiltekið leikmann að fá aðeins að koma út af og núllstilla og reagera. Já, Víkingar ekki sáttu við þessa brottvísun sem Jói fekk. Eyjamenn 6-5. Það er bara gamla góða Jabbar sendingin inn á Kára. Kári einhendi boltan. Að hafa svona mann inn á línunni, tala ekki í yfirtölu, það er náttúrulega bara veistla.
Já, glæsilegt skot hjá Jóhanni Reyni. Eins og ég hef margoft komið inn á, sá á eftir að vera mikilvæga liðin í vetur. Já, Dagur Arnars með þversendíkuna þetta niður í horn, en þetta var ákaflega klaufalegt. Þá kemur Hjalti Márinn á línu að taka Sverri út af, fara í Kaíró. Aftur fara þar í Kaíró, fá boltan yfir á Jóha. Þetta er bara hárréttur dómur, ruðningur og ekkert annað. Dagur vel spilaði, Ásgeir í Snæ kemur hérna með svokallaða danska sendingu og Gabriel Martínez er ekkert mikið fyrir það að klikka. Nýtir færi sinn frábærlega. 18-18. Já, boltan yfir. Já. Glæsilegt, Arnar Gauti. Smá heppnis stimpill með þessu, en það verður bara ofta að vera þannig. Frábært í Jóhanni Reyni að klippa hérna Arnar Stein yfir. Ég hefði bara viljað fá strax langa sendingu frá Arnar Stein yfir í skyttuna, en við fengum gott mark. Þá er Jóhannes Berg komin aftur inn á, mjög gott að fá hann aftur inn á, var búinn að leika vel. Hann þarf að halda upptökum hætti. Já, Jói komið breiðar. Áfram. Góð vörn hjá Róberti. Fastur fyrir. Jói með frábært mark. Keyrði hérna bara beint á Sigtrygg. Og við erum komin aftur yfir. Dagur skýtur yfir. Frábær bolti hjá Sverri Andrisinni og Arnar Steinn Arnarsson skorar. Þetta var geysilega mikilvægt mark. Nú eru komið 2 mörkum yfir. Það er svo gaman að sjá Arnar Steinn stimpla sig vel inn í þetta. Strákur fæddur 2001. Alinn hérna upp í yngri flokkunum, alla leið drengur. Og hann skorar aftur. 22-19. Alltaf ekstra mikið ánægjuefni þegar ungir uppaldir leikmenn sem eru búin að æfa í félaginu sín í 7. eða 7. flokki fá sénsinn og standa sig. Rúmt korter eftir og við þurfum að halda haus útleikinn.
Eyjamenn munu gera áhlaup. Það mun örugglega vera nokkur kritísk moment í þannig lítið verið eftir. Við þurfum að vera með kaldan haus og vera áræðnir samt leið skynsamir í öllum okkar aðgerðum. Eyjaliðið náttúrulega saknar Theodós Sigurbjörnssonar mikið. Þarna sjáum við gæði Rúnars Kárasonar, hann þarf ekki að hafa mikið fyrir þessu. Það er bara 1, 2, 3 og upp og mark. Það þurfi ekki alltaf að vera flókin fræði. Gott skot hjá Jóhanni, óheppinn hérna, sleikti skeytin. Já, Rúnar Kárason skorar aftur. Þetta er ástæðan fyrir að hann mun skora örugglega 150 mörk í deildinni í vetur. Gerði 30 ára samning við Eyjamenn í sumar, 33 ára. Hann mun njóta sín vel á eiginu fögru næstu 3 árin. Að minnstakosti. Þetta er rosalega fljótt að breytast. Já, hárrétt hjá Gulla og Andraberg að taka leikli. Aðeins að núllstilla, aðeins að taka upp takt í töflun og aðeins að brýna menn að halda sjó. Þetta er svo fljótt að gerast, fljótt að breytast. Sérstaklega móti liði sem að margir spá að muni verða kannski topp 4 í vetur. Það væri gaman að sjá Víkingarna prófa að fara aftur í kerfið Oleg sem er miðjueinlýsing og rykking frá Hjalta. Þetta gaf góða raun í fyrri hálfleik. Spurning hvort það gæti gefið eitthvað núna. Sjáu þið Hjalta. Hjalti og Styrmir. Þeirra samvinna verið til fyrirmyndar. Alveg frá því þeir gerðust samherjir í fyrra. Góður tékki. Ótrúlega einfaldur en árangursríkur samleikur. Tékkafærsla og gólsetning niður í horn. Það snýst allt tímasetningar og já. Arnar Gauti Grettisson kemur hérna inn, fer alla leið yfir. 4-2, 2 línur og við megum ekki. Þetta er óvilja verk. Hjalti Már er einhver vænsti þrengur félagsins, toppmaður í alla staði, óheppinn. Þetta er óumflýjanlegt að
Dæma 2 mínútur á þetta. Já, en eins og ég sagði hann, þá Arnar Gauti Grettisson alltaf í vinstra horninu Eyjamaður í húð og hár. Hrönn Harðar og Grettir Guðmunds væntanlega að horfa á leikinn, foreldrar hans. Arnar Gauti verið frábær síðan að koma inn í félagið. Ótrúlega mikill félagsmaður, sinnir þjálfuna mikilli alúð og natni. Og hefur líka bara spilað með meistaraflokki í 4-5 ár og staðið sína plikt. Þetta var klaufalegt. Já, vel gert hjá þeim. Einu fleiri. Þá bara 1-2 aukasendingar og þá allt galopið. Bara biðjum það að fá ekki tæknifeil og mark í bakið. Þurfum að láta tíman líða eins og fá nokkuð fríkost. Það spurning hvort að við höfum ekki átt þennan bolta. Ég náttúrulega með Víkingsgleraugun, ekki tilbúin að alveg fullera það en að leit svona þannig út. Já. Nú jafnt í liðum. Eyjamenn komnir yfir, 11 mínútur eftir. Arnar Steinn kemur hérna, frábærlega gert. Sett hann undir klofið. Petar Jokanovic. Það voru margir sem urðu hissa þegar IBF ákvað að framleggja við Petar. En hann hefur smollið vel inn í félagið og allt samfélagið og oft á tíðum átt hörku góða leiki. Kannski ekki alltaf verið svo stöðuðasti. Það spila aftur á sama vítakast og 2 mínútna brottvísun. Sittrikur færi hérna brottvísun. Nú þurfa menn að stíga upp og menn voru ekki alveg vissir hver átt að taka vítakastið. Kemur ekki óvart ef að Petar myndi verja þennan. Ég vona ekki samt. Það glæsilega gert hjá Benedikt.
Örgur sett hann í gólfið undir klofið. Sterkt fyrir Benedikt sem aðeins búinn að vera ekki alveg takta mjög vel inn í leikinn en þetta strákur sem áttur að nýtast okkur mjög vel í vetur. Já 5-6 gríðarlega mikilvægt að fá ekki marka á sig í yfirtölu. Arnór Snær klókur fær fríkast, hendi komin upp. Spurning hvort ég veit það ekki hvort þetta hafi verið skref, ég veit það ekki en hérna Rúnar gerði þetta vel. Þetta á Jóhann að verja, hann veit það alveg. Já, áfram yfir, Arnar Steinn laus í hægra horninu og aftur inn Benni, aftur inn. Flott, Stimmi breiðar. Glæsilegt. Petar Jókanovic fer alltaf í gamla góða exið. Það var bara laumorðum undir hann. Jafnt í liðu núna, 7,5 mínútur eftir, 26-26. Rúnar skýtur yfir. Það var alveg komið tíma á það fyrir okkur Víkinga að hann myndi brenna af. Búinn að vera hérna ákvæðlega hittinn. Já, rétt. Skila sér heim. Andri Berg var í frábæri aðstöðu til að meta þetta, vildi meina að boltinn hafi verið komin út af. Þetta var að minnsta kosti afar tæft. Já. Frábælega gert hjá Rúnari. Spurning hvort að Arnar Gauti hefði ekki átt að taka skrefið og reyna að fiska ruðninginn. Alltaf við velt að segja hérna stendandi upp í blaðamannastúku. Já, vel vali á Jóhanni. Arnar Steinn óheppinn. Jói valdi hárrétt. Já. Gulli ákveður að fara í síðustu 5 + 1 á Rúnar. Þá mun mæða svolítið mikið á Degi og Kára. Dagur mun örugglega móka svolítið inn á Kára.
Þetta mikið pláss hérna undir. Við þurfum bara að halda haus hérna síðustu 5 mínútur og bara klára hann að leik og sækja til sigurs. Og ekki sætta okkur við neitt annað. Dagur klókur, skora gott mark. Já, 2 mínútur brottvísun. Á Ásgeir Snæ. Og þurfum að nýta þessa yfirtölu vel. Verðum að fá mark fljótlega. Það er gott að fá mark á næstu 20 sekúndum eða svo. Já, áfram bara, áfram yfir. Ok. Spila breytt, fá fleiri sendingar. Nei. Þetta var ekki alveg besti sénsinn. Já, ég kalla eftir kjarki, dug og þor í leikmönnum Víkings núna síðustu 3,5 mínútu. Jafna hana leik og hreinlega stela sigurinn bara. Það er alveg vel hægt. Það var að leikmenn að trúa í hornið. Glæsilegt, Jóhannes Berg Andrason. Jæja, nú er að standa vörnina, drengir. Fimmtán sekúndur í að IBF verði með fullskipan lið. Það er reyndar að taka markmann út að spila hérna 6 og 6. Já. Þetta er ekki fyrsta skiptið og alls ekki síðasta skipti sem þessi tveir munu eiga 2 manna samleik. Kláraði Arnar Gauti. Hann ákvað að fara í öfuga snúningin. Bjöggar rúnsnúningurinn eins og að kallar á Akureyri hérna fyrir mörgum árum. Eftir Björgvini Rúnarsinni í Vestmanning. Hann notaði þetta óspart í sínu leik í Tenchi. Keiri upp, Arnar Steinn. Strax fá boltan í leik, það er ennþá 1:20 eftir. Þurfum að fá mark strax, gefðu á Jóa. Aftur á Jóhannes Berg. Jói, komdu, mættu á bolta, drengur. Við þurfum að fá mark strax hérna. Við þurfum að klára með skoti
Já, skjóttu bara. Arnar Steinn. Já, ok. Já, tími stopp. Já. Vonandi fáum við mark og förum bara strax í maður og mann. Þurfum allan að reyna að sækja jafnteflið. Mark strax, takk. Já, Ásgeir Snær klárar þetta vel, gaf sér góðan tími í þetta. 27-30. Þetta að fjara út, 15 sekundur eftir. Margt mjög gott í þessum leik í kvöld. Ellingur að taka leikli, 10 sekundur eftir. 3 mörkum yfir. Þetta myndu einhverju segja að væri bara óvirðing. Get ekki alveg skilið þetta, eins mikill heiðusmaður og Ellingur Birgir er. Þá en já, ég veit það ekki, þetta náttúrulega réttur þjálfara, en ég held að þetta væri óskrifur regla í svona stöðu þar sem maður nær útilokað að annar liði geti jafnað eða unnið, þá er þetta bara algjör óþarfi. Ég er bara hjartanlega sammála Jóni Gunnlaugi hérna. En Ellingur svarar honum fullum hálsi. Það eru misjafnar leiðir í þessu. Svona er þetta, en Eyjamenn vinna þetta 27-30. Með þessari framistöðu eru þeir ekki að fara að vinna nein verðlaun í vetur, en eins og ég sagði fyrir lýsinguna að það er oft mikill haustbragur á þeim svona í byrjun tímabils og toppa þær oft á réttum tíma. Eiga náttúrulega inn í Theodór Sigurbjörnsson og eftir að væntanlega fá meira frá Færeyjum og en margt mjög gott í leik Víkinga, frumraunin í Ólistildinni, bara skemmtilegur og spennandi vetur framundan og ljósta við Víkingar með þessa framistu í kvöld. Við getum bara verið stoltir af frumraun liðsins og við bara höldum áfram og það er bara næsti leikur, áfram gakk. En við þökkum fyrir í kvöld og minnum á næsta leik. Það er væntanlega í Grill 66 til kvenna. Ég er ekki alveg viss hvenær hann er, satt best að segja, en við þökkum fyrir í kvöld.